Komið þið sæl. Við ætlum núna að líta á það sem kallað þríhyrningur í persónutöflum. Við erum með stöðu fyrir framan okkur þar sem hvítur peði yfir og á leik, og við sjáum að ef svartur ætti leik þá myndi hvítur vinna strax frekar þægilega. Ef svarti kóngurinn þyrfti að bakka þá kemst hvíti kóngurinn inn á B6 og næði svarta A-peðinu og verður þá tveim peðum yfir. En hvítur á því miður leik og hann verður að leika kóngur D5, annars tapar hann peðinu sínu, og þá þarf svartur að velja góðan reit fyrir kóngin sinn. Ef svarti kóngurinn færi núna á D8 þá vinnur hvítur andspæni með að leika kóngur D6, og eftir kóngur C8, C7 og kóngur B7 kemst hvíti kóngurinn á D7 og peðið er á leiðin upp í borð. Reyndar það hvítur aðeins að passa sig að fá sér ekki drottningu of snemma, því að hann fær sér drottningu þessari stöðu þá er svartur patt. Betri leikur fyrir hvítan væri kóngur C6, því eftir kóngur A8 vekur hvítur drottningu upp með skák og mátar í kjölfarið. Betri leikur fyrir svartan í stað fyrir kóngur D8 er kóngur C8, sem byggjar á þeirri hugmynd að ef hvítur leikur núna kóngur D6 þá kemur kóngur D8 og þessi staði hér er jafntefli eins og við þekkjum. Þannig að hvað á hvítur að gera í þessar stöðu eftir kóngur C8? Ef hann fer aftur á C5 til að reyna að komast á B6 þá kemur aftur kóngur C7 og sama staðan er komin upp aftur. Þannig að það sem hvítur getur gert hér er að búa til hálfgerðan þríhyrning, eins og það er kallað, til þess í rauninni að eyða leik og fá upp sömu stöðuna og voru með hérna í byrjun það sem svartur á leik, einmitt það sem hvítur vill. Þannig að eftir kóngur D5 og kóngur C8 er besti leikurinn kóngur C4. Svartur verður að leika kóngnum sínum einhvert, fara hann með kóngin sinn á C7, þá kemur kóngur C5 og sama staðan er komin upp nema nú á svartur leik og tapar eins og við skoðum áðan af því að hvíti kóngurinn kemst á B6 reitin. En eftir kóngur C4 og kóngur D8 þá leikur hvítur kóngur D4 og býður átekta eins og áðan. Svartur má alls ekki fara á C7 reitin eins og vorum að skoða, hann verður að fara á C8. En þá getur hvítur leiki kóngur D5 og eftir kóngur C7 þá er hvíti kóngurinn komin á C5 eins og hann vildi. Eftir kóngur D5 þá gengur ekki fyrir svartan að leika kóngur D8, því eftir kóngur D6 og kóngur C8 erum við komið með sömu stöðu og við skoðum fyrr, þar sem að hvítur vinnur með að fá sér drottningu hér á mátar. En eftir kóngur D5 og kóngur C7 kemur kóngur C5 og kóngur B6 og þetta vinnur hvítur þægilega, tveimur peðum yfir, C7 skák og svo A6 og hvítur peðin renn upp í borð. Þannig að þetta var þríhyrningur í persónutöflum, og þetta er kallað þríhyrningur því að ferðalag hvíta kóngsins hérna á miðborðinu talið minna á hálfgerðan þríhyrning. Hvíti kóngurinn fer í einhvers konar þríhyrning hérna. Gott að þekkja þetta. Takk fyrir.